Þá vorum við bara testing 1, 2, 3 testing. Já, verið velkomin í nýtt vídeo. Rósur spilar golf. Þannig ég að prófa nýjan mic. Ákvað að prófa að vera með svona á mér. Spurning hvort að það var eitthvað sniðugt. En í dag ætla ég að spila Grafarholtið. Mér finnst langskemmtilegt að spila íslensku völlina. Þannig að það var kærkominn comeback á íslenska grund. Þarna ég bara að stilla, engin múligans og stroke play og autoput. Þið þekkið þetta. Ég skildi alltaf eftir hérna í vídeóinu til að sýna svona stillingaratriði fyrir það sem vilja. Fyrir aðra þá kannski þetta eitthvað langdreiði stöf, þið bara skipið. En Grafarholtið, home sweet home. Ég þar klúbmeðlumur og reyni að spila eiginlega alltaf þar ef ég get. Ef ég get það ekki þá fyrir ég á korpuna. Ef ég get það ekki þá er nú hart í ári. Byrjum við það. Ég byrja á að hita upp, sveifla í kringum mig. En annars þá ætla ég nú bara að gefa þessum unga manni orðið og prófa hennar nýja mic, sjá hvernig það kemur út. Og hita upp svona. Og ég sveifla bara í kringum mig. Það er svona líka mann til. Tek svo nokkur högg bara. Tekur svona 10-15 högg. Að komast á pari með það. Ok, pínu feitt en láta það nægja. Tökum það nokkrar driver-sveiflur. Og 4 aftur. Svo ég núna eftir að hafa hort á allir þessi vídeo að sjálfum mér. Svo meðvitaði með hægri löppina. Hún er allt og langt aftur sko. Ég tek bara beint. Það er rosalega erfitt að koma hérna. Stefur hérna. En tökum eitt svona aðeins bara aftur. Eins og Kyle Berkshire talar ekki eins og ég heldur. Hann talar að hafa hann aðeins aftur. Tilta spæninu svona. Þannig að við sláum upp á hann. Hundra og 5 miles per hour. Ég sé að ég ekki að fara. Ég að koma rosalega outside in sko á hann. En þá er uppbytun að fara, þannig að þá ætla ég að taka eitt ýkt dró bara með hægri fóti vel til vinstri. Nei, aftur. Tökum dró. Sjá, það er auðveldara fyrir mig. Nú næ ég strax 108 miles per hour. Næ meiri hraða. Þannig að kannski þetta bara hentar þetta mér að hafa hægri fótinn svona aftarlega. Eitt uppbútt, svo byrjum við hérna að spila. Þessi var ekkert góður. Ja. Byrjum þetta held ég. Bæði að ég var ekkert að horfa hvert ég var að miða sko. En eins og sjá þá ætla ég að spila
Grafarholti í dag og við stillum bara á nokkurn veginn á pinna. Byrjum með hring. Ég kom með svona nýjan mic, svaka flottur. Sjáum hvort það heyrist eitthvað í honum. Ok. Og muna bara negla. Þetta var náttúrulega ógeðslega lélegt takk. Ég sló sko alveg ógeðslega neðarlega á feysinu. En ég náði svo sem 109 miles per hour hraða, 240 metrar. Og er bara á fínu stað. Þetta eru 50 metrar með refsingu, 10% refsing. Þannig að þetta er bara 60 gráður, 50 metra högg. Spinnið er bara 70 til 80. Ég horf svolítið mikið á þetta hérna. Stókaði ég með cirka 10% refsingu, þannig að þetta verður þá 50 metrar spinni. Ég næði bara 70 til 80, svona 80% spinni. Þannig að þetta spinnir ekkert rosalega mikið. Ég nenni ekki að breyta hann, ég er með 60 gráður. Ég nenni ekki að breyta 54 með 60. Þannig að sjá hvað pinnin er, þannig ég þarf að lenda í pínu fyrir framan hann. Af því að hann kikkar örugglega áfram. En er hann nógu langur? Nei, hann var ekki nógu langur. Herru, þá get ég kannski bara vipað í. Hvernig líst okkur á það? Ef við ekki bara byrjað því. Það væri skemmtileg byrjun á hring. Þetta er delicate. Ég hugsa mjög mikið handabakið á mér. Það láta það leiða vippinn. Þessi var bara veikur. Ég var mikið að pæla í þessu handabaki. Þá er það par á fyrstu. Þá er það bara braut 2. Það er nú líklega hérna. Líklega bara 9 járnið þar sko. 138, já. Fengið þér reynslu þá. Og miða ég aðeins hérna. Hægra megin. Já, vona því að ég púla hann aðeins, ég ætla að reyna að púla hann ekki. Já, hann er aðeins aftar í stansinu, með til hægri, með líkamannum. Og ætla hann að koma hér og svo upp. Muna eftir að hæla honum. Þetta hefnaði bara ágætlega. Aðeins og mikið til vinstri en bara fínt högg, par. Þegar ég er svona bara að spila og ekki taka upp, þá er ég svona 20 mínútur með 18 hólur. Ég er svona aðeins lengur núna. Ég er aðeins svona að sýna yfirlitsmyndir og eitthvað svona. Fyrir þá örfáir sem hafa ekki spilað kannski í Grafarholti og vilja sjá hólurnar. Hérna var ég geggjað að vera aðeins hægra megin í braut og draga hann inn. Ja. Koma svo, negla. Ok, 107 miles per hour. Leið ágætlega í þessu höggi. Mjög gott högg. 270 metrar. Og á braut meira að segja. Og á 90 metra eftir. Það eru bara 54 gráður, eiginlega alveg perfekt fyrir 54 gráður.
og pinnin á framalega sem gott. Ég ætla mögulega að fljúga þess yfir. Ég svona með huga við að miða aðeins hægra megin við. Líst bara vel á þetta högg. Aðeins styttur en ég þessast ég skúpa nú mikið í stæði fyrir að kompressa. Muni alveg 10 metrum. Það hentaði vel á þessari braut. Þannig að það bara fínt. Það var að fjórða. Par 5. Létt par 5. Miðum aftur hægra megin. Reynum að draga hana aðeins inn. Þessi var eiginlega alveg fullkominn. Eiginlega alveg nákvæmlega sem ég vildi hafa hann. Betra. 260 metrar. 109 miles per hour. Ég skil eftir 126 metra. Helvítis. Þetta jaðrar við að vera pitching match. Ég þarf alveg að taka feita 9. Feitum 9 á þetta. Þá hugsa ég bara aðeins vinstra megin. Reyna að taka feitsveifluna. Þetta stóð alltaf mikið á hérna. Ég hef stöðugt að vera að minna um að fara í hælana. Feita aðeins, kallinn minn. Feita hann ekki mikið. Gott það bara. Við verðum sátt með þetta. Það er fugla þessari. Það er gaman að sjá hvernig þetta hljóð kemur út. En 0,5 er funky par 4. Þannig upp í móti. Þarna veit maður ekki alveg hvað maður á að gera sko stundum. Ég tek bara 2 jafn á þetta. Maður getur alveg tekið 3 þessar mínidræfið eða eitthvað. En ég ætla að taka 2 jafn. Sjá hvað gerist. Það fór bara beint á ská, stoppaði bara. Það er fínt. Þá er þetta 100 metrar eftir en 10% refsing, þannig 110 metrar högg upp í móti. Það er kannski svona 115. Þetta er svona í það lengsta fyrir gappets. Þannig að hérna í það lengst að vera gappets tökum bara pitching match. Ég er frekar að vera langur hérna. Er þetta mikið? Sestu, koti. Ég myndi ekki vilja eiga pút það sko. En ef ég er innan við 20 metra, já, þá er ég bara sáttur. Tvíbút. Par. Þá er ég ennþá á 1 undir. Næsta hola er náttúrulega svakalega. Par 3 niður í móti. Erfitt alltaf að reikna hvað maður á að taka hér. En mér sýnist pinninn vera framalega. Þannig að þetta er annað 9 eða 8 sko.
Ég ætla að taka virkilega á því með nýju. Sjá hvort ég drífi. Sjáum til. Þá það bara hana, stilla svona upp, niður til hægri, með áherslunum, standa frekar í hælinn ef eitthvað munum svo koma hér og rykkja. Let's go. Þetta tókst vel. Nýja rétt lengd. Allavega betur en 8 held ég. Þetta var fín tök. Tökum við næstu hólu sem 7. hóla. Þessi skemmtileg, stutt, skemmtileg. Real life þá maður vilt eitthvað svona vinstra megin hérna í draslinni. Ég vil oft hérna einhvers staðar. Sjáum til hvað gerist núna. Muna að slá út til hægri. Fóturna aðeins aftar. Angle of attack hérna. Svona. Og slá til hægri. Og negla. Rann hérna með fótinn. Þetta bara svo í alvörinu sko. Það oft bara þarna einhvers staðar. Allt í góðu. Allt í góðu. 10% refsing, þannig að 68 verða, þú veist, 74 eða eitthvað, svoleiðis. 74. Ég heppinn með að ég tek 60 gráðunar. Þetta í rauninni lengsta fyrir 60 gráður. Og ég myndi ekki taka það nema hvað spinnið bara 70 til 85, þannig að hann ætti ekki að spinna eitthvað svakalega mikið. En ég væri til að fara aðeins yfir spinna. Sömu hugsanir hér bara. Þetta var ekki gott högg sko. Nærinn upp á. Rúlla niður. Mist hann svona, hann bara svona lag til hægri. Ekki gott. Það þarf ég bara að taka 54 gráður og bump honum upp sko. Mér finnst það auðveldara heldur en að lifta honum eitthvað með 60 gráðum. Bump honum hérna upp, reyna að lenda eitthvað hérna bara, eitthvað svoleiðis. Handabakið góða. Þetta nóg? Þetta ekki nóg. Þetta var veikt. Fuck off. Hörru, ég get vippað í. Hann dreif ekki einu sinni á grín, sko. Næs. Þetta verður að fara í. Ég aðeins vinstra megin. Nú ég spenntur. Fuck off. Jæja. Skolli. Það svo það gengur ekki alltaf allt upp. Lélt inn á högg og lélt vipp. Áttunda alltaf skemmtilega. Reynum að beygja hérna dræfurinn aðeins. Eitthvað svona, sirka svona mið. Sjáum hvort við getum beygt hann til vinstri. Svona enda gríni. Koma, slá til hægri og negla. Það svo mikið til vinstri sko. Kick.
Þetta verður ekki auðvelt flopp eftir. Allt í góðu, bara ekki ljótt högg, þannig séð. En þetta verður alveg svínslegt flopp skot sem ég á eftir. Taka 60 gráður, taka þetta eins og þetta sé bara glomp högg og vonast eftir að lenda hér. Eitthvað svoleiðis. Þetta er svona miðið möguleiki. Koma svo. Það var aðeins svo stuttur skoppar í barðinu. Hann hefði verið metri lengri, þá hefði hann líka verið stuttur, líklegast. En ok, tökum par. Það er bara svona, náum svo bara næst. 9. og 10. alltaf skemmtilegar dræfhólur. Innuhöggi á 9. svo sem ekki jafn skemmtilegt að dræfa er. Það er svolítið erfitt. Koma hérna eitthvað, ná efri balli. Látum reyna. Það er nú ætla ég að negla eins og ég get. Og slá til hægri. Tók ég lágt á feysinu. Ömurlegt. Ömurlegt högg, en þú veist, á svona braut þá má maður alveg vera aðeins pínu vildur. Þetta er 10% refsing, þetta er 99 upp í móti, þetta er 100 metra högg. 100 metra högg, ekki mikið spinn. Við tökum gap-ets bara á það. Reynum að lenda bara, þú veist, vinstra með pinnan, reynum bara að ná gríninu. Við erum ekki að reyna að storka á örlögum. 100 metra högg. Tók bara pínu létt á því. Og hvað gerist? Já, ok. Par. Það voru bara 10. Annar svona skemmtilegt dræf. Skárra innahögg. Reyndar er það alltaf svolítið trikki. Finnst mér, að halda gríninu hérna. Maður stundum hérna að lenda hér og þá maður yfir. Samt til hvað gerist núna. Spurning hvort ég heyri í mér. Ég veit ekkert með levelinu á þessum mic. Kemur bara ljós. Jæja, slá út til hægri, vinur. Og hérna. Koma svo. Þetta hefnaðist mjög vel. Þetta var ég ánægður með. Lendi niður alltaf. Þetta var eiginlega alveg perfekt. Ég meina 107, nei þetta er eiginlega 120 skilur mæls per ár. En 284 metrar, það er bara eitthvað sem við erum svaka klæðir með. En nú er það spurningir, 70 metrar. Taka léttan 54 eða stóran 60 gráður. Ég ætla að æfa léttan 54. Ég ætla að stjórna honum hérna inn. Lenda það er rétt fyrir framann. Hún var svolítið ljótsveiflan, en sérstu. Nei, þetta var aldrei líklegt til afrek. Þetta var ekki sérstaklega vel executað á mér. Þá var það 11. Alræmda. Upp í móti. Fáum og svo. Sko. Ber miðan aðeins hægra megin.
spurning hvort þessi 8 eða 7. Ég ætla bara að negla mig á þetta. Eins og allir vita, það er betur að vera stuttur en langur, en ekki það að skipta öllum máli í þessum hermi. En ok, 8. Kom svo. Hitt hann rosalega vel, en þú veist, blaðið var bara lokað. Ég sé að ég hefði heldur ekkert náð með 8-unni. Með þetta var vel hitt og þannig að ef ég ekki lokaði þá hefði ég verið styttra. Herru, þetta skemmtilegt vipp. Ég sko vanlega vippaði með 54 gráðum, en hérna tek ég 60 gráður vegna sem ég langar að ná hann bara aðeins ofar, þannig að hann rúlli síður. En ég að fara með eitthvað hingað bara. Það er sem sagt stefnan. Þannig að hann endi hérna, ekki endi, sorry, lendi. Prófum þetta. Ég er ennþá að hugsa þetta handabak hérna. Það er svona leads the way. Ok, fókusa. Kera, stoppa. Á þessari braut, maður. Að vippi á þessari braut. Jesus Christ. Ég eiginlega bara biðst afsökunar, sko. En þá er ég búinn að kvitta fyrir það. Það var rosalegt, sko. Bam. Ok, move on. Þá er ég komin í 1 undir par. Ég áttur að sakna þessu uppásöks þegar ég færi uppásöki hérna, sko, hingað. Bak við grínið 11, þá var það meira beint bara. En núna getum við að fara hérna yfir, sem er skemmtilegt. Þannig að það er kannski 1-2 sumur í það. Herru, par 5, sóknartækifæri. Hérna miðum við bara alltaf yfir allt draslið. Og látum reyna á. Það er bara sama gamla hægri fótur aðeins aftur. Ég veit að hann lúkkar rosalega mikið aftur. Slá til hægri og negla. Hitt hann tanna. Táinn sem þýðir hann fór aðeins meira dróa. Þú veist, svo sem alltaf lagi. En ok, sætum okkur þetta. 258, beinti við draslið, lítið eftir. 140 sinnum 10%, eða pluss 10%. Það er 140, 154, eitthvað svoleiðis. Mér finnst að þetta grín alltaf blekkja, það er styttra í það heldur en maður heldur. 154, ég langar að taka 9 en ég tek samt 8. Nánast vissum að hann leki til hægri hérna. Stuttur hægri. Nei, hérna langur hægri. Og ég er að hugsa eitthvað jákvætt. Og ég fucking taka 9. Alltaf læg og stuttur hérna, sko. Leiðilt og langur. Ég ætla bara að fara í hringinn með 8. Það verður bara perfekt. Byrjaði aðeins hægri megin. Drega hann aðeins inn. Ekkert púl. Það leið bara vel í þessu höggi. Það má ekki vera lengri. Jájá, þú veist, þetta er 8 náttúrulega. Spurning hvort að 9 hefði ekki verið fullkomin betri. En þetta er bara birdie. Það er bara flott. Komin á 2 rundir. Ég þarf að vera svona 4 rundir til að vera á mínu pari. Hérna taka nú flestir bara járn af teig. Ég tek alltaf dræfir hérna. Það er svo gaman að hérna taka dræfir og líka bara aðeins að, þú veist, að æfa hann bara. Ég man ekki eftir, ég veit ekki járn hérna, sko. Ég bara,
Ég veit alveg að fólk vill ekkert fara upp í þessa brekku. Fuck that. Ég ætla að negla sem mikið ég get. Slá til hægri. Hefnast bara vel. Hann heldur bara línunni. Keyra, með. Stoppa rétt fyrir fram. Perfect. Kannski ekki real life að vera hann í brekkun, en það er bara svo stutt eftir. En það er endilega ekkert alltaf gott, en eins og núna þetta eru 48 metrar upp í móti. Sko, málið er að ég vill ekkert spinna rosalega mikið hérna. Ef ég verið lengra frá, tæki 60 gráður, þá myndi það spinna svo brjálæðingur af gríninu. Þannig að nú get ég tekið bara létt á því. Spinnir ekki jafn mikið. Ég þarf bara að hitta á cirka 50 metra högg. Ég veit ekki, ég er efins. Sestu, drengur, sestu. Já, rétt slapp. Þetta var allt of langt. Allt of langt. Ok. Það var það 14. Ég hef aldrei náð gríninu hér. Ég vil bara ekki svo hérna, in real life. En hérna, ég hef verið náð í hermi, svo sem. Það var það meira svona, það var maður að ná hérna seinni bökkunum. Já, það er sama saga. Slá til hægri, slá upp á hann og negla. Já, hann er svo blokkaður hérna í einhver rúlli að þenn stoppar í rafinu. Ok, höfum verið betri, höfum verið verri. Vist ég var að slá ágætlega, samt er hraðinn ekkert mikil. Ok, þetta er náttúrulega ótrúlega skemmtilegt högg. 60 gráður, alltaf. Reyna alltaf að stoppa þess fljótt og hægt er. Ég þarf að lenda á gríninu. Ef hann lendir fyrir framan, þá rúlar hann yfir. Þannig ég þarf að taka þetta 50 metra högg. Þannig ég tek 60 gráður og alltaf taka hann rosalega hátt upp. Ef hann aðeins framar í stansinu. Hátt upp og stoppa fljótt. Stoppa, langur djöfulsins fokk. Jæja, alltaf langur. Þetta eru 11,8 metrar, þannig að það er tvíbút. Það er svona. Herðu, næsta er Signature Hole, 15. Og hérna, ég þekki hana. Svona in real life, þá tek ég nú alltaf 2 járn. Tek 2 járni og lendir bara ekstra hér og þá rúlar hann hérna á milli. Og svo bara fer maður á Manhattan eyjuna hérna, yfirleitt, eða hingað. Maður er aldrei að reyna við, skilurðu. En hérna, en í hermi er maður nú ofta að reyna við, ef maður nær að hitta dragið. Þannig að það er sama. Hægri fótur aftur, hugsa upp og til hægri og svo bara negla. Það var pínu falskt, mist hann til hægri. Ágætur hraði samt, stoppaði ekki fór út í röffið. Það fer út í röffið, fæ 10% refsingu, 286 metrar. En þessi 10% refsing geti verið dýrkeypt. Þannig að ég á 197 metrar eftir. Núna á ég 217 skilur eða eitthvað eftir. Ég hugsa að ég taki þá bara 4 járni. Og taki bara gott högg og reyna yfir.
Fjölusgólf. Setja svolítið framar í stansið. Hitti vel í hann. Mér er svo aðeins of vel, kemur aðeins svo mikil snúningur nær hann yfir. Nei. Fuck off. Jæja. Svona fórum sjóferð þá. Við drápum bara hér. Helvítis helvíti. Það hefði verið Majestic. Þá er það bara fyrir fugli. Við erum bara að ná þessum gott að hafa músar, bendilinn hérna. Við erum bara að ná þessum hring fyrir pari. Hvað er þetta? 45 metrar með refsingu. Gera. Æja, fuck off. Bogey. Já. Það er bara svona þær. 15. gefur, 15. tekur. Förum bara á 16. Hérna tekið hann alltaf bara, þú veist, 2 járn og fer hérna yfir hrygginn hérna og endakstar hér að yfirleitt. En í hérna þessum hermi þá hef ég nú bara verið að taka dræfur sko. Ég hef ennþá aldrei farið í þetta vatn. Ég hef einu sinni farið í skurðum. Þó ég fekk reyndar ekki víti þá, en ok. Sama gamla. Sló upp á hann og sló til hægri. Nei, lokaður. Shit, hvað var lokaður. Málið er að hérna skiptir þetta enga máli. Í hermi að vera þarna. Koma gömlu kallarnir. Þeir eru alltaf eftir mér hérna á þessum tíma. Það er 20% refsing, þannig að 88, það er 16 viðbútt, 96 metrar. Tökum 54 gráður og neglum bara. Hann er ekki að fara að spinna neitt. Þannig að það er bara 50–70% spinn. Þannig að það hendur mér mjög vel. Tek hérna aðeins aftarstans. Það setji ég hér í hælunum. Höggið er svolítið opið, þessast blaðið, kilvan. Það er gott að það kom ekki spinn. Ok, tek hérna parið. Svo er það svolítið leiðilegt en það er gamla 17. sem er næst. Hún var erfið maður. Það var náttúrulega ómögulegt að ná þessu hellis gríni, sko. En hérna, við tökum 7 á þetta. Sjáum hvað gerist. Já, það eru svona hópur eldri kalla á eftir mér í hermi alltaf þessum tíma. Svolítið háværir. Gaman hjá þeim bara. Nú þarf ég að muna allt allir. Út til hægri. Ég náði ekki beyginni. Vertu bara stuttur hérna og stoppaðu. Já, ok. Getið vippað í. Náðu ekki alveg hérna. Það klárar ekki. Ég var að hugsa gömlu kallana. Heyrðu, þá miðum við bara þetta hægra megin. Mótum handabakið. Er það ekki? Ég hefði haldið það. Vippa tvisvar í. Það er gott. Það er birdie á strákinn. Þá förum við hvað á? Erum við á -2 á lokahólunni.
sem nú ekkert brjáluð breyting frá, eða þú veist svona hérna, frá þessi eldri típa versus nýja hvernig í dag. Þannig kíkti eitt gamall, ég kíkja alltaf inn, trufla mann. Þá veit ég alltaf hérna samt sko. Svo það maður helst að hætta alltaf svona 5 mínútur fyrir. Nú klukkan 10 mínútur í. Og annars þeir farnir að banka á síðustu 5 mínútur. Herru, loka drive dagsins. Ég ætla að slá til hægri. Ég ætla að koma upp á hann og ég ætla að negla. Ég hérna rann aftur. Mandar tótaka sko. Ekki það skipti sköpum en þetta var bara svona. Kannski er alveg nógu gott bara í lokin. 110, þetta er þá 121 metr. Perfect fyrir pitching wedge. Hann ætti ekki að spinna neitt tilbaka. 70–85% spinn. Þannig getur bara tekið þau. Við aðeins hægra megin með líkamannum. Tosa í hann til vinstri maður. Allt of mikið. Sestu bara. Ok, sleppur. Komdu tilbaka. Nei, skiptir engan máli. Ok. Þannig ég fór á 2 mínútur pari. 69 högg. Hvað er það? 1, 2 skollar, 1, 2, 3, 4 fuglar. Við viljum þakka þessum unga skelegga herramanni fyrir. Hér er smá tölfræði um hringinn. -2 þýðir að ég hækkaði, ég fór úr plus 3,7 niður í hvað, plus 3,23, eitthvað svoleiðis. Þannig að ég hef þurft nokkra fugla viðbót. Svona lífið. Grafarholtið gaf, Grafarholtið tók. Ég segi bara takk fyrir mig og þangað til næst.